Góðan dag. Þá hefst bæjarstjórnarfundur í bæjarstjórn Árborgar. Það er fundur númer 72 á þessu kjörtímabili 2022 til 26. Fer fram hér í Grænumörk á Selfossi 22. apríl klukkan 16. Mætt eru til fundarins Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, varaforsti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, Sveinn Ægir, nefndi ég hann ekki? Nei, þú varst að hlusta á ganna. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, ég held ég hafi gleymt því hér, fyrst afsökunar. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Matthías Bjarnason, varabæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og Þórdís Sif Sigurðardóttir, bæjarritari, hún ritar hér fundargerð. Fyrst vil ég nefna venju samkvæmt hvort einhverjar athugasemdir eru við boðaðan fund og fundarboðið. Ef svo er ekki, þá getum við gengið til dagskrár fundarins sem er allnokkuð viðamikill að efnum að þessu sinni, þar sem hér á að ræða ársreikning sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025 ásamt fjölmörgu öðrum. Og við göngum í fyrsta mál sem er ársreikningur sveitarfélagsins Árborgar. Hann er hér lagður fram til fyrri umræðu ásamt fjöldamörgum fylgiskjölum, greinagerðum og fleiru sem verður aðgengilegt þegar að fundurinn hefur verið birtur á alnetinu. En ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, við erum undir fyrsta lið, það er fyrri umræða ársreikningi sveitarfélags Árborgar fyrir 2025 og ég ætla að fylgja á eftir greinagerðinni, renni gegnum textan og stikla á stóru og svo væntanlega umræður á eftir. Ársreikningur sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025 er nú tilbúið til endurskoðunar og lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 22. apríl 2026. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um ársreikninginn á 2 fundum í sveitarstjórn og er seinni umræða um ársreikninginn áætluð á dagskrá bæjarstjórnar þann 7. maí næstkomandi. Almenna reglan er að tölulegur hluti ársreikningur ræður ef misræmi kann að vera milli texta í greinagerð og ársreiknings, þannig að það sé komið fram í upphafi þess að sem hér stendur myndi kannski mismæla sig eitthvað líka. Rekstur ársins. Rekstrarniðurstaða sveitarfélags Árborgar samkvæmt samanteknu rekstrarreikningi A og B hluta var jákvæð 1496,7 milljónir króna á árinu 2025. Samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun ásamt viðaukum fyrir sama ár var gert ráð fyrir 67 milljón króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Tekjur ársins námu 22,8 milljörðum króna það bil og hækkuðu 87,5 milljónir króna frá fyrra ári. Launakostnaður nam 11,4 milljörðum króna, gjaldvarð hækkun lífeyrisskuldbindinga nam 566 milljónum króna og annar rekstrarkostnaður nam 6,9 milljörðum króna. Framleiða rekstri A og B hluta nam því 3,9 milljörðum eða rétt tæpum 4 milljörðum króna. Afskriftir rekstrarfjármuna námu rétt rúmlega milljarði og rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var því jákvæð 2,9 milljarða. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld námu nettó 1469 milljónum króna og var rekstrarniðurstaða ársins því jákvæð eins og áður nefndi 1496,7 milljónir króna. Fræðslu og uppeldismál eru umfangsmesti málaflokkurinn í rekstri sveitarfélagsins og til hans var varið réttum 9,2 milljónum króna eða 55,4% skattekna sem var til samanburðar 54,5 árið 2024. Til velferðarþjónustu var veitt 2,8 milljörðum tæplega eða 16,7% skattekna og eru þar með talin framlög vegna málefna fatlaðs fólks.
Loks íþrótta- og frístundaþjónusta þriðji umfangsmesta verkefni sveitarfélagsins og til þeirra var ráðstafað 1300 milljónum eða 8,2% skatttekna. Sjóðstreymið, samkvæmt sjóðstreymisyfirliti veltufé frá rekstri rúmlega 3,6 milljarðar króna árið 2025 og til samanburðar var veltufé 4,2 milljarðar árið 2004 og lækkar lítillega. Handbært fé frá rekstri var jákvætt 3,8 milljarðar rúmlega miðað við 4,4 árið 2024. Fjárfestingar í rekstrarfjármunum námu alls rúmlega 2,2 milljarðar króna samanborið við tæplega 2,7 milljarðar árið 2024. Fjárfestingum ársins var forgangsraðað, verkefni yfirfarin og lögð áherslu á þau fjárfestingaverkefni sem sveitarfélagið var þegar bundið í, samkvæmt samningum sem og tekjuaukandi verkefni. Unnið að gatnagerð og nauðsynlegu viðhaldi við ýmsar stofnanir bæjarins. Álögð gatnagerðargjöld og tekjur af byggingarétti námu 557 milljónir króna árinu 2025 en af því voru 413,5 milljón færð á rekstur. Afborganir langtímalána námu rétt rúmum 2,6 milljörðum króna á árinu 2025 samanborið við 2,4 milljarða árið áður. En lántökur ársins námu 1,4 við rétt tæplega 1,5 milljarðir króna eða 1450 milljónir króna árinu 2025 og 1375 milljónir króna árinu 2024 en árið 2003 námu ný lán rétt tæplega 3,9 milljörðum króna og sama tala á árinu 2022. Ánægilegt að það slækki. Efnahagsreikningur. Heildareignir samkvæmt efnahagsreikningi A og B hluta námu rétt rúmlega 40 milljörðum króna í árslok 2005 og jukust rétt tæplega 3 milljarðar króna frá fyrra ári. Fasta fjármunir í árslok voru rétt rúmlega 34 milljarðar en veltufjármunir námu 6 milljarðar króna. Skuldir og skuldbindingar námu alls rétt rúmlega 32 milljörðum króna í árslok en verðbólga hefur gríðarleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins en sveitarfélag Árborgar með stærstan hluta lánasafnsins í verðtryggðum lánum. En gjaldfærsla verðbóta að langtímaskuldum nam 940 milljónir króna. Skuldaviðmið A og B hluta nam 108,8% í árslok 2025 samanborið við 111,2% í lok árs 2024 og 147,4% í lok árs 2023. Eigið fé A og B hluta nam 8,3 milljónir í árslok 2025 en var 5,7 rúmlega í lok árs 2024 og eigið fé A hluta núna orðið jákvætt og var rétt rúmlega 1300 milljónir króna í lok árs 2025. Það er ánægjulegt. Og svona rétt til að fara yfir rekstur því að samstæðureikningur sveitarfélagsins samanstendur af A og B hluta. Svo það komi fram til skýringar þá í A hluta aðalsjóður, eignasjóður, þjónustumiðstöð, fasteignafélag Árborgar og SLF og verktækni. En í B hluta byggingasjóður aldraðra, Bráveita, Vatnsveita, Selfossveitur og Sandvíkursveitur og saman mynda þessi verkefni öll samstæðuna sem oft talaði með A og B hluta. Og meginreglan svo að A hluti flokkast þær rekstrareiningar sveitarfélagsins sem eru fjármagnaðar að hluta að öllu leyti með skatttekjum en í B hluta flokkast þær rekstrareiningar stofnanir og fyrirtæki sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Og rekstrareiningu B hluta hafa lagaheimild til innheimtu þjónustugjalda til þess að standa fullu undir útgjöldum sínum. Þannig að þeir sem áhorfa þá svona helstu útskýringar. Síðan eru töflur sem ég ætla ekki að fara yfir en eru í gögnum fyrir og verður allt aðgengilegt inn í ársreikningnum og ekki að fara að tvítaka texta sem þarna inn á milli. En sveitarfélagið í mörgum samrekstrarfélögum og þau eru 10 talsins og þau eru eftirfarandi og ábyrgðarhluti Árborgar eru hafðir lest á með. Það Bergrisinn BS, þar eru með rétt rúmlega 43% hlut, Héraðsnefnd Árnesinga, rétt rúmlega 53% hlut, Byggðasafn Árnesinga, það sama rétt tæplega 54% getum við sagt líka, Héraðsskjalasafn Árnesinga, sama prósenta og Listasafn Árnesinga, Almannavarnir Árnessýsla, þar eru við rétt tæpum 40% og Brunavarnir Árnessýsla sem sama rétt tæplega 40%. Sorpstöð Suðurlands eru við með 45,3% og í Tónlistarskóla Árnessinga rétt tæplega 54% og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 37% hlutdeild. En áhrif allra samstarfsverkefna ársreikning sveitarfélagsins eru 282,8 milljónir króna jákvætt á rekstrarniðurstöðuna
og eignir samstarfsverkefna eru 2 milljarðar króna og skuldir 1300 milljónir, 1,3 milljarðar. Og samantekið eigið fé samstarfsverkefna rétt tæplega 700 milljónir króna. Af fjárfestingum, það var sem fjárfest í varanlegu rekstrarfjármunum ársins, það nam alls rétt rúmlega 2 milljörðum og helstu liðir fjárfestinga skiptast þannig: fasteignir og önnur mannvirki 512 milljónir króna, gatnakerfið 345 milljónir króna, áhöld og tæki 198 milljónir og fráveita, vatnsveita og Selfossveitur rétt rúmlega milljarður. Það nú ekki að fara aftur yfir skuldaviðmið en heildarskuldahlutfall samantekinna reikningsskila það nemur 141% í árslok samanborið við 140,1% í árslok 2024, hækka lítillega á milli ára. En eins og áður sagði, lækka skuldaviðmiði sem það viðmið sem við höfum verið að tala mikið hérna í tengslu við eftirlitsnefnd sveitarfélaga og þau lög sem sveitarfélag þurfa, eða þau markmið sem sveitarfélag þarf að ná. Síðan eru töflur hérna fyrir, svona svo þannig við reykjum okkur áfram fyrir hérna fulltrúa. Árangur og ábyrg framtíðarsýn. Þann 1. janúar 2025 voru íbúar sveitarfélagsins 12.671 samkvæmt tölum Hagstofunnar og fjölgaði 691 frá fyrra ári, eða 5%. Sveitarfélag Árborg 8. fjölmennasta sveitarfélag landsins og þar starfa 1166 starfsmenn í 860 stöðugildum í árslok 2025. En til samanburðar störfuðu 1252 starfsmenn hjá sveitarfélaginu í 837 stöðugildum árið 2022. Laun og launadeild gjöld bæjarstjóra, bæjarráðs og bæjarstjórna námu rétt rúmlega 100 milljónir króna árið 2025 en voru 106 milljónir króna árið 2024. Það afar ánægjulegt núna í lok kjörtímabils að sjá afrakstur vinnu undanfarinna ára við endurskipulagningu reksturs sveitarfélagsins sé að skila sér í jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Á það bæði við niðurstöðu A-hluta sem talsvert umfram væntingar og skilar jákvæðri niðurstöðu núna annað árið í röð sem og samstæðunar A- og B-hluta sem jákvæð upp á 1497 milljónir króna. Framlegð helst góð og yfir markmiðum áætlunar eða 17,4% tekjum árið 2025. Jákvæð rekstrarniðurstöða ársins styrkir stöðu Árborgar verulega og kemur á móti neikvæðri rekstrarniðurstöðu síðustu ára og uppfyllir sveitarfélaginu jafnvægisregluna bæði fyrir A-hluta og samstæðum. Skuldaviðmið A- og B-hluta samkvæmt jafnvægis- og skuldareglu sveitarstjórnarlaga nú komið í 108,8% sem vel undir 150% viðmiði eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Árangur sem við fögnum og sýnir að markvissar aðgerðir síðustu ára til hagræðingar og tekjuöflunar hafa gengið eftir líkt og sést í niðurstöðu ársreiknings. Unnið var áfram með eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og vorið 2025 skilaði Árborg lokaskýrslu í samræmi við samkomulag sem lauk í maí síðastliðnum. Horfum til góðs samstarfs við eftirlitsnefndina og annarra ráðgjafa en það leið ánægjulegt að ljúka því samstarfi með góðri rekstrarniðurstöðu á árunum 2024 og núna 2025. Hagræðingar og bætt fjármálastjórn hafa skilað sér í því að flestir málaflokkur stóðust fjárhagsáætlanir. Fjárhagsleg ábyrgð stjórnenda skýr og stuðningur fjármáladeildar hefur skilað bættum verkferlum og betri yfirsýn stjórnenda. Auk þess jukust tekjur Árborgar umfram áætlanir vegna íbúðaþróunar, launahækkana og aukinna greiðslna í gegnum jöfnunarsjóð. Lántaka ársins 2025 var áfram í lágmarki eða 1450 milljónir króna. Minni lántaka, bættur rekstur og lægri verðbólga á árinu 2025 leiddi til verulegrar lækkunar á fjármagnsgjöldum. Þá var yfirdráttarheimild nánast ónotuð sem stuðlaði að lægri vaxtakostnaði. Á árinu 2026 hefur bæjarstjórn samþykkt lántöku að uppað 1650 milljónir króna hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem skiptist þannig að 745 milljónir eru vegna Árborgar og 905 milljónir vegna Selfossveitna. Fjárfestingar voru þó töluverðar. Unnið var að framkvæmdum á viðhaldi í leik- og grunnskólum, lagna- og gatnaframkvæmdum, orkuöflun og undirbúningi viðbyggingar við Jötunheima, kennslu sundlaug Selfoss og 3. áfanga Stekkjarskóla. Fjárfestingar í takti við getu sveitarfélagsins og áætlanir gera ráð fyrir að unnt verði að auka viðhald og uppbyggingu næstu ár. Veltum fer frá rekstri af lykiltölum í ársreikningi og segir til það svigrúm sem reksturinn hefur til að standa undir framkvæmdum og afborgunum við lána. Það undirstrikar árangur ábyrgra fjármálastjórnar að veltufé helst stöðugt milli ára 3,6 milljarðar rúmlega en árið 2025
árið 2025 en var rétt rúmlega 4,2 milli árið 2024. Bæjarstjórn má hins vegar ekki slaka á í skýrri framtíðarsýn fjármál sveitarfélags enda afborganir skulda 2,6 milljarðar króna á árinu 2026. Árborg áfram eftirsóknarverður búsetukostur og mikil íbúð og atvinnuuppbygg fyrirhuguð næstu ár. Verkefni að halda áfram að braut ráðdeildar í rekstri fyrir ábyrgri fjármálastjórn. Þannig tryggjum við sjálfbæran rekstur sveitarfélags til framtíðar og getum þess til að sinna lögbundnum verkefnum. Viljinn að veita íbúum okkar sem allra bestu þjónustu og skapa svigrúm til lækkun annarra álaga. Við eigum að fagna áfanganum. Niðurstaða ársreiknings með 1497 milljóna króna rekstrarafgang enn eitt jákvætt skref í þeirri vegferð sem bæjarstjórn, starfsmenn, íbúar og ráðgjafar hafa verið í við endurskipulagningu reksturs sveitarfélagsins. Vegferð sem hefur verið erfið og krefjandi en tekið skemmri tíma en gert var ráð fyrir. Hagræðingar hafa skilað árangri og íbúaþróun verið umfram áætlanir. Allt þetta vinnur saman að jákvæðum árangri og með ábyrgur rekstri verður áfram hægt að lækka álögur og íbúa fyrirtæki í Árborg á næstu árum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Bragi. Forseti var fótaskortur á hann á tungunni. Ársreikningur verður auðvitað birtur að lokinni síðari umræðu sem framfer hér miðvikudaginn 7. maí en ekki eftir þennan fund eins og ég gat áðan. Það var smá handvömm á því. En orðið er laust þá sem vilja tjá sig. Erum undir þessum fyrsta lið. Ársreikningur Árborgar 2025. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarstjórn og aðrir tilnefnendur, það er ágætt að ríða á vaðið og reyna að setja tóninn. Þetta í sjálfu sér mun jákvæðari niðurstaða heldur en okkur var kynnt fyrir 5 mánuðum síðan þegar það var útlit fyrir að það yrði neikvæð afkoma af A-sjóði og svo gerast undur og stórmerki og jöfnunarsjóðurinn greiðir út og það kemur allt í einu afgangur á rekstur sveitarfélagsins sem er í sjálfu sér gríðarlega ánægjulegt. Og svona í umræðu ársreikning þá vil ég nú líka byrja á því að þakka starfsmönnum og fjármáladeild fyrir greinagóðar upplýsingar og þrotlausa vinnu. Ég veit að skýrsla eins og þessi, ársreikningur fyrir Árborg með rúman 20 milljarða í tekjur, það er svolítil afstemmingavinna, þannig að ég átta mig á því að hér er unnið þrotlaust allt árið í afstemmingum og uppgjörum og ég í rauninni hef fagnað því mjög að fá að sjá rekstraryfirlit mánuð eftir mánuð og geta glöggvað mig á reikningunum eins og þeir eru þá og áttum á því að það er náttúrulega alltaf svigrúm til þess eða við veitum fjármáladeildinu þetta svigrúm til þess að laga tölurnar eftir því sem frá líður en að auðvitað berast tekjur oft síðar heldur en gjöldin og menn eru kannski ekki alveg með fullvissu á hverjar greiðslur ríkisins verða. Þetta er ótrúlega skrítið að vera í þessu upplýsingasamfélagi og á þessum tímum þar sem upplýsingakerfin eiga að vera náttúrulega gríðarlega góð. En einhvern veginn er það nú þannig að ríkið virðist draga lappirnar og skilar upplýsingunum kannski ekki alveg frá sig þannig að við getum glöggvað okkur nákvæmlega á þeim og ber að nefna þar á síðasta árið þegar við vorum að reyna átt okkur á því hvert aukaframlag var frá vegna hækkunar á útsvari var raunverulega og það hefur ekki fengist niður á krónu. Það hefur verið svona sirka en ekki nákvæmlega, það gefur enginn geta sagt nákvæmlega hver talan var. Nú það sama má segja þetta framlag frá jöfnunarsjóði að hér bara erum við eiginlega að hampa því eins og hálfgerður lottóvinningi en auðvitað aftur er það tilkomið vegna þess að skýrslugjöf frá okkar starfsmönnum hún hefur verið núna stórbætt á undanförnum á þessu kjörtímabili getum við sagt og nú fengum við greiðslu eins og ríkinu ber að greiða til okkar fyrir þá þjónustu sem við erum að veita þeim einstaklingum sem að þurfa á að halda.
En þegar það kemur á rekstri sveitarfélagsins að þá auðvitað kennir margra eða ýmissa grasa og ég hef nú verið að tala fyrir því árið á allt þetta kjörtímabil að auðvitað er það þannig að við erum með gríðarlegt launaskrið á öllu landinu og síðan í ofanálag erum við með fjölgun íbúa og þetta í rauninni erum við búin að benda á allt kjörtímabilið að mun skila sér í rekstri sveitarfélagsins og sú er raunin. Það er raunverulega það sem að skiptir máli þegar við erum að afla teknana hérna að það eru fleiri bög sem bera byrðina og þau eru jafnframt með hærri meðaltekjur. Þannig að við förum frá því að vera kannski að einhverju leyti þegar við vorum kannski hérna fyrir 2020 og þá er þetta skilgreint sem láglaunasvæði en við erum komin á annan stað með íbúa sveitarfélagsins. Ég hef ekki trú á því að þetta sé skilgreint sem láglaunasvæði lengur og ég held að þetta sé allavega komið svona í miðbygg ef við getum sagt sem svo fyrir landsbyggðina eða jafnvel í hærra lagi. Þannig að auðvitað skiptir það máli þegar þú ert með 13.000 íbúa eða tæplega 13.000 íbúa á árinu 2025 og þeir eru fleiri og þeir eru með hærri tekjur. En á móti kemur auðvitað að við erum með talsvert marga starfsmenn eins og bæjarstjóri kom inn á hér áðan að við erum náttúrulega með ríflega 900 stöðugildi eða það er 860 fyrirgeðu 860 stöðugildi og við erum að sjá það að auðvitað er verið að greiða hærri laun með þeim, þannig eða ekki með þeim til þeirra. Þannig að við erum að sjá að það náttúrulega kostnaðurinn eykst samhliða og mjög erfitt að áætla það nákvæmlega þegar við erum að gera fjárhagsáætlun. En það sem að kannski horfir við helst þegar við erum að átta okkur á þessu, þegar við erum að átta okkur á til dæmis eins og A-sjóði og B-sjóði, eða A- og B-sjóði saman, er að A-sjóðurinn er samt sem áður ennþá svona nokkuð nærri núllinu ef við getum horft til framtíðar. Við erum auðvitað að fá aðrar tekjur inn sem að ég ætla nú að leita kannski frekari skýringa og fleita því til seinni umræðu. En við erum samt að sjá að það eru þarna aðrar tekjur sem að er að hrökkva til þannig að við erum jákvæðri niðurstöðu í rekstrarreikningi af A-sjóði. Og það er í sjálfu sér gleði. Og ég held að það sé mesta keppikefli komandi bæjarstjórnar að í rauninni halda því í horfinu. En nú það að við erum auðvitað búin að sjá það að fleiri bög og hærri ráðstöfunartekjur. En þá kemur náttúrulega rúsínan í pylsuendanum. Það er skattlagningin. Hvað eru íbúar Árborgar að borga í skatta? Og það var ágætis tafla hérna í rauninni í greinagerðinni og ef að ég fæ að fletta því upp hérna að þá í rauninni voru skatttekjur á íbúa 1,4 tæpar milljónir á síðasta ári og við áætluðum að það væri 1,3 í fjárhagsáætlun. Þessar krónur auðvitað skipta gríðarlega miklu máli og það sem meira er vert að við erum auðvitað að sjá fasteignagjöldin í mjög há. Við erum að sjá útsvarið hátt. Öll gjöld hafa verið færð upp og ég segi það af rekstri í rauninni B-fyrirtækjana að það er náttúrulega alveg nauðsynlegt að þau séu rekin að minnstakosti á nulli og helst með smá afgangi þannig að það allavega sé jákvæð teikn alltaf í þeim rekstri. En við erum samt að sjá að skatttekjurnar markast af hárri álagningu frá sveitarfélaginu og þetta þarf að endurskoða. Bæjarstjóri auðvitað kemur inn á það að það sé verið að horfa til þess núna að lækka skatta. En við erum samt sem áður að sjá til dæmis ef að samanburður á milli 24 og 25
er rýndur, að þá er nánast engin munur á skatttekjum sveitarfélagsins. Og við erum í rauninni bara að sjá það að þetta auka álag á útsvar á árinu 24 var raunverulega óþarft eins og við bentum á sínum tíma. Og núna er haldið ennþá út árið 25 í þessari gríðarlegu skattlagningu og tilgangurinn helgameðalið, það er að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu fyrir kosningar. Og það er bara grímulaust, það er bara augljóst. Í staðinn fyrir að reyna að taka aðeins meira langhlaupið á þetta, þá var tekið raunverulega spretthlaup hér í að keppast við að skattpína íbúa sveitarfélagsins til þess að ná fram jákvæðri niðurstöðu til þess að freista þess að ná góðri endurkosningu. Það er miður. Það er mjög miður. Og hér eru íbúar í rauninni látni greiða fyrir það að reyna að ná sem bestri kosningu til þess að hampa sjálfum sér í rekstri. Ég kalla líka eftir því þegar við erum að tala um tekjur sveitarfélagsins. Hvaða öflunar aðgerðir var farið í? Var farið í einhverjar stórkostlegar tekjuaflanir? Nei, það voru bara hækkaðir skatta. Það var bara það sem var gert. Og svo hampa menn sjálfur sér í því að segja ég skilaði góðri rekstrarniðurstöðu. Já, á kostnað íbúa. Þetta er bara ekki flóknara en það. Ég hef löngum kallað til dæmis eftir því að það sé reynt að horfa betur horfa í eignir sveitarfélagsins niður á strönd og reyna að koma því til leiðar að bæta raunverulega reksturinn þar og fjölga íbúum og gera rekstrareiningarnar hagkvæmari í rekstri, þar að segja skólana. Ég lagði til að byggingarréttargjald yrði aflagt á ströndinni á kjörtímabilinu. Því var náttúrulega skautað bara í samráð og síðan gerist nú ekkert meira með það. En engu að síður stóð það eftir að viljinn var enginn hjá meirihlutanum til þess að rétta hlut strandarinnar til þess að reyna að gera sér sjálfbæra í rekstri. Þannig að það er mjög miður. Hér hafa ekki verið lagðar fram neinar tekjuaukandi tillögur að neinu marki. Og ef við ætlum að fara í það að lækka álögur á íbúa, þá verðum við að hafa hugmyndaauki til þess að sækja tekjur. Af því að rekstur snýst nefnilega tekjurnar. Fyrst og síðast, og svo koma gjöldin. Og það þarf í rauninni að ég veit að þið vitið þetta náttúrulega öll, en það þarf í rauninni þegar maður er komið með góða tekjuáætlun og þá þarf maður að reyna að marka sér góða stefnu í hvernig maður ætlar að stýra útgjöldunum. Og í þessu felst leikurinn. En nú það sinni, ég kannski kem aftur og eftir ef ég þarf að veita einhver andsvör en aftur þá vil ég bara þakka fyrir mjög greinargóðar upplýsingar og í rauninni ágætis samantekt hjá bæjarstjóra, ég hæli honum nú einu sinni. Og en fyrst og síðast er það náttúrulega starfsmenn sveitarfélagsins sem er hrifin af þessari skýrslu og þetta endurskoðendur. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég ætla nú bara að koma hér fyrst og fremst upp til þess að bara óska starfsfólki til hamingju með þeirra vinnu og þakka þeim leið fyrir bara þeirra seglu og dugnaði þessu, því að ég veit að þetta er gríðarlega mikið lifilega og mörg horn að líta. Þannig að mér langar að óska þeim til hamingju, en svo langar mér bara sérstaklega að óska íbúum til hamingju, íbúum í Árborg sem greiddu þetta sjálfur og lögðu sitt á og voga skálarnar til þess að rétta sveitarfélagið af. Það er í rauninni ekkert annað hægt að segja en þetta í þessari fyrri umræðu, annað en að
auðvitað ber því að fagna að við höfum unnið í jöfnunarsjóðslottóinu og við komum út í jákvæð og ég ætla ekki að fara að tuða á neitt hátt yfir því. En ég ætla samt sem áður aftur að óska íbúum og fyrirtækjum í Árborg til hamingju með að hafa snúið við rekstri sveitarfélagsins. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig þennan fyrsta lið á dagskrá fundarins? Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, herra forseti, þá getur bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum hér í fyrri umræðu ársreiknings sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025 og ég vil taka undir með þeim sem hér hafa undan mér komið upp og þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vinnu við gerð ársreikningsins og ég vil einnig þakka íbúum sveitarfélagsins fyrir að hafa snúið við rekstri sveitarfélagsins með fordæmalausu skattpíningu. Það er auðvitað auðvelt að koma upp og klappa sér á baki yfir því að hafa snúið við rekstri sveitarfélagsins þegar að eina sem þú gerðir var að hækka skatta í hæstu hæðir og já, ég veit eiginlega varla hvað annað. Því að ef maður skoðar þessar tölur og eins og við höfum náttúrulega margoft bent á, þá hefur þessi viðsnúningur frá 2022 verið allt og hraður. Að fara úr 150 að vera við 150% skuldaviðmiðið niður í 110% á 2 árum með ekki neinum öðrum aðgerðum en skattlagningu, það er náttúrulega alveg með ólíkindum. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Og þessi góða rekstraniðurstaða, ég vil setja kannski góða innan gæsalappa, hún er fengin með skertum lífsgæðum íbúanna, skulum hafa það alveg á hreinu. Það er ekkert, það er sko þyngra en tárum tekur. Þegar maður minnist þess enn og aftur að hér var lagt 1.500 milljóna aukaskattur á alla íbúa sveitarfélagsins, algjörlega óþörfu, algjörlega. 18 ára krakkar og upp úr þurfti að borga eftir á reikning. Það var engin þörf á því að gera þetta svona hratt, engin. Hér voru bara einfaldlega hagsmunir íbúanna ekki hafðir að leiðarljósi, heldur einhver reikningsskila Já, stórt mál út af læginu núna. Nei, já, það hefði verið hægt að gera þetta á mun mildari hátt fyrir íbúin og fyrirtækin. Nú stöndum við frammi fyrir því að við erum með ágæta rekstrarniðurstöðu, það er augljóst. En við erum hins vegar með hæstu skatta á landinu. Og mér finnst vera kannski skautað fullfrjálslega með sannleikann þegar að það er sagt að í lok þessara greinargerðar að hagræðingar hafa skilað árangri og íbúðþróun verður umfram áætlanir. Allt vinnur þetta saman að jákvæðum árangri og ábyrgum rekstri. Verður áfram hægt að lækka álögur á íbúa fyrirtæki í Árborg á næstu árum. Ég hef bara ekki orðið var við það að hafa verið lækkað neinar álögur á íbúa eða fyrirtækin hér í Árborg. Það hefur bara greinilega ekki að fara fram með mér. Ég tel það ekki til lækkunar að hafa lækkað fasteignagjöldum hjá fólki einhverja 100 kall á mánuði. Ef ég tek nú bara til dæmis sjálf á mig sem dæmi sem er nú kannski aldrei sniðugt, en ég ætla að gera það samt í þetta skipti. Ég borgaði 910.000 í fasteignagjöld fyrir 2025. Ég borgaði 900.000 fyrir 2026. Þetta munar heilum 10.000 krónum. Ég hins vegar borgaði tæplega 500.000 2022.
Það er allir í þessari stöðu. Þetta er ekki hægt. Þetta á líka við fyrirtækin. Þetta er svona, ég held að maður kalli þetta þórðagleði. Þetta er allt og dýru verði keypt að mínum mati og ég hef sagt það hér margoft þessi 4 ár sem þetta kjörtímabil hefur staðið yfir og þessi ársreikningur, hann undirstrikar það sem hefur verið sagt hér, bæði af mér, bæði fulltrúa Arnari og okkur hinum sem erum í minnihluta hér, að þetta var of geyst. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum hérna að fjalla ársreikning ársins 2025 í fyrri umræðu og það er eins og komið hefur fram í umræðunni er niðurstaðan ánægjuleg að sveitasjóður eða bæjarsjóður er að skila 1.500 milljón króna. Nei, afsakið, því er hérna í villum stað. Við erum allavega það að vera að skila hér góðri niðurstöðu og ég vil gera eins og hinnir sem á undan mér hafa komið. Ég vil nú byrja að taka undir með bæjarfulltrúa Arnari, bæjarfulltrúa Sigurjóni og Fjólu að taka undir öll þeirra orð. En ég vil jafnframt líka þakka starfsfólki fyrir þeirra miklu vinnu við gerð ársreikningsins. Þetta er mikil vinna og mikið sem er leggja fram. En eins og komið fram þá er viðsnúningurinn fyrst og fremst auðvitað tekjuaukning sem er umfram það sem búist var við, umfram það sem reiknað var með. Og það liggur auðvitað í því að útsvarið var 400 milljónum króna hærra heldur en reiknað var með í fjárhagsáætlun og fasteignaskattarnir voru 100 milljónum króna hærri heldur en var gert ráð fyrir, þannig að tekjurnar frá eða sem sagt vegna útsvars og fasteignaskatta eru 500 milljónir. Síðan vorum við að fá 550 milljónum króna meira frá jöfnunarsjóðnum heldur en gert ráð fyrir. Og svo vorum við að fá 580 milljónum krónum meira úr jöfnunarsjóði vegna fatlaðra barna. Þetta er sem sagt í rauninni rekstrarbætingin. Þetta er það sem að hlutinni snúast um. Það er alveg sama einhvern veginn hvað við hefðum gert, þetta hefði komið. Það er alveg sama hvað meiri hlutin hefði gert í varðandi fjármál sveitarfélagsins. Þetta hefði gerst. Við fengum þarna úr þessu lottói. Við fengum úr jöfnunarsjóðslottóinu og tekjurnar frá útsvarinu og fasteignaskattunum var 500 milljónir. Þannig að þetta er nú ekki meiri snilld en það, en við fögnum þessu að sjálfsögðu öll að það hafi komið meiri tekjur í bæjarsjóð heldur en gert var ráð fyrir og gerir það að verkum að það er verið að skila þessum afgangi. Í greinagerðinni sem bæjarstjóri fór yfir áðan þá sem er náttúrulega auðvitað fyrst og fremst svona pólitísk greinagerð meirihlutans og svona þeirra útskýringar á stöðunni. Það er náttúrulega sínum augum lítur hver silfrið og allt það og það er til dæmis eitt sem að kemur mér mjög á óvart í þessari greinagerð sem ég er nú að ljúka hér mínu 16. ári brátt í bæjarstjórn. Ég hef aldrei séð sérstaklega tekið fram laun og saman tekið laun bæjarstjóra og bæjarfulltrúa. Ég hef aldrei séð þetta, aldrei nóttin. Mér langar að spyrja út í þetta. Hver er skýringin á að þetta er inn í greinagerðinni? Það er bara verulega áhugavert atriði. Ég hef bara, eins og ég segi, ég hef aldrei séð þetta.
En ég er alveg opinn fyrir nýjungum, sko, en ég finnst bara áhugavert að heyra skýringar ykkar á því. En það sem að ég, og í rauninni það sem talað að ástæða þessa viðsnúning sé hagræðing og sé útsjónarsemi með tekjuöflun og annað. Ég verð að segja að sko ég átta mig ekki á hvaða hagræðing var í gangi hér á síðasta ári og heldur ekki tekjuöflun sem er umfram það sem við erum búin að tala hér, útsvar og fasteignaskattar sem eru þeir hæstu á landinu og síðan þetta sem við vorum svo heppin að fá frá jöfnunarsjóðnum. Þannig að ég veit svona ekki alveg hvað útsjónarsemi var í varðandi hagræðingu og frekar tekjuöflun, en mér hefur fundist allt of lítið fara fyrir því að við þökkum íbúum fyrir þeirra framlag í að rétta við bæjarsjóð. Þeirra framlag varðandi að sníða þeim þennan þrönga stakk þegar kemur að skattgreiðslum til sveitafélagsins. Mér hefur fundist verið skautað alveg fram hjá því og alveg gleymst að þakka þeim fyrir að borga alla þessa auka peninga í bæjarsjóð. Ég vil allavega fyrir mína hönd þakka fyrir, þó að mér hafi fundist allt of hratt verið farið gagnvart því að láta íbúa borga í bæjarstöð. Ekki meira sinni, takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Það eru fleiri sem vilja tjá sig þetta fyrsta mál á dagskrá fundarins sem ársreikningur Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025 fyrir umræða. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, óska eftir að fá taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum fyrir umræðu með ársreikning Sveitarfélagsins árið 2025 og ég vil byrja eins og aðrir bæjarfulltrúar að þakka starfsmönnum fyrir góða vinnu við gerð ársreikningsins. Gríðarlega mikið vinna sem þar fer fram, en út af það nú flestir búin að benda á tekjurnar og það er alveg rétt að það eru tekjur að koma sem var kannski ekki gert alveg ráð fyrir og það er náttúrulega sýnir líka, það er líka mikilvægt að sýna ábyrga fjármálastjórn og vera með hóflegar væntingar við tekjum ekki áætlanir sem kannski standast ekki. En mér langar líka að koma út á gjöldin og það er kannski ánægjulegt að sjá þegar við skoðum út gjaldahliðina hjá sveitarfélaginu að laun og launatengd gjöld eru ekki hærri en 3% yfir áætlun. Þrátt fyrir það kjarasamningshækkanir sem áttu sér stað hjá stærðstum starfsmönnum sveitarfélagsins sem eru náttúrulega kennarar og það var gríðarlega áskorun náttúrulega hjá okkur að taka við þeim. Ég man nú ekki hvað var hækkunin ekki hátt í 500 milljónir þeir samningar. Lífeyrisskuldbindingar, það nú svona, ef menn tala lottó, þá er það nú líka stundum lottó, við töpum nú kannski í lottóinu þar, en það náttúrulega hækka, en það hækka náttúrulega líka af því laun að hækka. En það kannski sem mest líka jákvæðast, það annar ekstrakostnaður, að hann undir áætlun hjá okkur og ég held að það ber að þakka kærlega öllum starfsmönnum að halda vel á spöðunum af því það alveg rétt eins og einhver bentið inn á. Þetta jákvæð niðurstaða en við erum ekki komin í gegnum skaflinn kannski endur og þurfum alltaf þétt á spilunum. En það þetta með áætlanir, það að passa að vera ekki með áætlanir sem eru algjörlega út á korti. Við höfum sett inn í áætlun hjá okkur að gera ráð fyrir 34% íbúafjölgun og það var 5% íbúafjölgun hjá okkur seinasta ári. Það hafði verið ekkert mál að setja aðrar tölur inn. Við höfum náttúrulega séð áætlanir upp á 11% íbúafjölgun sem náttúrulega bara áætlanir sem bara standast ekki í stað. Það hefði verið svipað og við værum að fjölga bæði Eyrarbakka og Stokkseyri á hverju ári, ef ekki meira. En það að skila góðu búi, að það mikilvægt að skila góðu búi og ég mjög stoltur af því sem við höfum náð að skila á okkur á þessu kjörtímabili. Þetta viðsnúningur, það má alveg deila það hvort að viðsnúningur var hraður. Hann var líka hraður á seinasta kjörtímabili í hin áttina, en
allan að ég held að þeir sem sá meirihluti sem tekur við eftir kosningar getur bara tekið við mjög góðu búi, en mér langar samt að hvetja þá hver sem þeir verða að halda vel á spilunum, og það er alveg rétt, þá þarf að lækka skatta, lækka gjöld á íbúa, en það þarf að halda vel á rekstrinum og passa vel upp á rekstradæmið. Af því að skila niðurstöðu er alltaf á kostnað íbúa, samátt að hún sé jákvæð eða neikvæð. Og það er náttúrulega ábyrgð okkar sem hér sitjum í þessum sal að skila sem bestri niðurstöðu fyrir íbúa. Af því þóttum myndum skila 2,5 milljarði í tapi eða milljarði í plús, þá er það allt á kostnað íbúa. Það er alltaf íbúa til að skrifa þetta. Það er ekkert sem heitir almannafé, þetta er allt skattfé, sagði nú merkiskona árið. En við þurfum að halda vel á spilunum. Ég ætla nú svo sem ekkert að fara kannski deila mikið það. Það var nú ekki, finnst frjálslega að fara með margt sem var komið áður. Það er ekki bara búið að auka á skattahliðina. Það var náttúrulega að fara hér í gríðarlega mikla miðstöðning á rekstri sveitarfélagsins, þar sem var sagt upp fólki, erfiðar aðgerðir, og við skulum ekki gleyma því á hvaða stöðum við vorum fyrir nokkru. Þess vegna er þessi viðsnúningur kannski ákvæður, en akkurat sá viðsnúningur er að skila sér ár eftir ár eftir ár. Þessar aðgerðir sem við fórum í, þetta voru hægra einhver vel yfir milljarði, ef ekki nála 2 milljörðum, er að skila sér á hverju ári til sveitarfélagsins. Og auðvitað væri betra að vera ekki að skulda meira og þurfa ekki að setja 5 milljarða að láni í reksturinn. Auðvitað hefði verið betra að nýta það í nýfjárfestingar, að við þurftum ekki að taka þessa innviðaskuld sem var. En í grunninn, ég vona að ég sé nú ekki að stuða marga með að segja þetta, en í grunninn er bara virkilega sáttur, og mér langar að hvetja næstu bæjarstjórn, næsta meirihluta sem tekur við, að halda þétt á spilunum. Við þurfum að passa að þetta fari ekki aftur á böndunum og læra á sögunni. Þetta má ekki endurtaka sig, en halda áfram á þeirri braut sem við erum, og við erum byrjað að lækka skatt og gjöld og halda því áfram. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Eru fleiri sem að vilja koma undir þessum lið? Ársreikningur Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, og skættir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það er lífleg og góð umræða sem er gott. Við þurfum ekki allir að vera sammála. Byrjaðu að svara spurningunni af hverju þetta var sett inn í greinargerðinni varðandi laun bæjarstjóra bæjarstjóra. Það er sem sagt nýtt inn í skýringunum sem kemur frá endurskoðanda að greina þessa liði sérstaklega í skýringunum, og þess vegna var þetta sett inn í greinargerðina líka. Það má deilu það hvort það hefur verið rétt eða ekki að nefna það þar, en það sést í skýringunum líka að þarna er verið að brjóta þessa liði niður, en við nefndum heildartöluna þó að það hafi ekki verið gert áður, og bara tek því það má alveg deilum hvort það hefði að gera þetta, en það var breyting semst í skýringunum á þessu lið, og því fór þetta líka inn í greinargerðina. Til að reyka okkur þessi í gegnum þetta, ég er hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Arnari að það er óþægilegt yfir höfuð, bara held ég fyrir öll sveitarfélög, að greiðslur til dæmis í jöfnunarsjóðs sé að breytast svona yfir árið, og það sé í raun erfitt að áætla þetta til enda. En við tökum það þó auðvitað að það er jákvætt þegar það fellur í jákvæðri átt, sem það gerist nú oftast. Þeir virðast passa sig á því að það sé frekar eitthvað inni í lok árs, svona þegar maður heyrir í öllum reynslu bæjarfulltrúum, en að það færi í hinn áttina. En það er sannarlega óþægilegt þegar þú getur ekki áætlað nákvæmlega. En ég get samt ekki annað en verið ósammála bæjarfulltrúa Arnari og fleiri sem hafa komið með þennan ótrúlega málflutning sem við settum fram hér í pontu bæjarstjórnar. Sveitarfélagið var á grafalvarlegum stað fjárhagslega, og við áttum í verulegum vandræðum með að fá fjármögnun. Það virðast allir vera búin að gleyma því. Þannig að þegar að vera að tala um að gera hlutina á lengri tíma, það hefði þýtt áframhaldandi aukna lántöku með tilheyrandi kostnaði, og það bara alls ekki sjálfgefið heldur að sveitarfélagið fengi lánsfjármögnun. Og eins og við höfum rætt hér áðan, og svo ég lýsi nú og fæ að henda inn þetta sem vettvangsferð, þetta var bara erfið ferðheldi sem Fjóla, þáverandi bæjarstjóri, þurfti að fara til 11 lífeyrissjóða og selja sveitarfélags til að rétt hafa þetta fjármagn árið 2023. Er allir búin að gleyma þessu? Þetta rétt hafðist, og það þurfti þetta til. Enga smá vinnu. Og selja það að við gætum fengið lán. En svona tali er ótrúlega óábyrgt af bæjarfulltrúum.
Og má kannski ekki heldur eða búið að gleyma öllum fundum með ráðgjöfum og fulltrúum eftirlitsnefndar þar sem við unnum með hvaða leiðir væri bestar út úr þessu fyrir sveitarfélagið. Það er ekki eins og við höfum ekki leitað okkur ráðgjafar og nýtt og það þurfti að nýta allar aðgerðir til þess. Bæjarstjórn og starfsmenn þurfti að fara í margþættar aðgerðir til að vinna á verkefninu. En það vegur líka þungt þar þessar hagræðingar sem að farið í restinu, uppsögn á stöðugildum og annað aðhald í rekstrinum og breyting á vinnulegi og þetta breyting er að sjálfsögðu ekki sjálfsagt. En það skila sér áfram og til lengri tíma með bættu rekstri. Til að mynda sérst að flest allar málaflokkar eru á áætlun. Auðvitað kemur eitthvað upp á og einhver riður aðrir undir en flestir eru að standast og það er vinnulag sem við viljum sjá áfram. Og þetta eru hluti þeir sem við unnum öll saman á þessum fundum með ráðgjöfum okkar og eftirlitsnefnd. En líka tekjustofnar sveitarfélaga þeir eru takmarkandi og það eiga bæjarfulltrúar að vita. Og það var horft til allra mögulegra leiða á kjörtímabilinu. En svo tekjuaukning sem kemur núna allaveg fram í jöfnunarsjóði, hún er að koma til móts við þjónustu sem sveitarfélagið er að veita. Við erum að veita góða þjónustu í málaflokki fatlara, við erum að veita góða þjónustu inn í skólakerfinu okkur fyrst og við erum að fá þá greitt tilbaka fyrir þá þjónustu sem við erum að leggja út. Og með breyttum lögum jöfnunarsjóð, þá eiga að skila sér aukna tekjur sem sveitarfélag Árborg hefur, segja ykkur hluta orðið af og margir bæjarfulltrúar hér sem hafa lengur verið að berjast fyrir því og benda á að það hefði þurft að breyta þeim lögum fyrir löngu síðan. Af því að við erum að veita þessa þjónustu, hún kostar samfélagið og jöfnunarsjóður er til þess að skila ákveðnu leiti því tilbaka sem er bara hluta skattekjum. Þannig við fáum það inn í reksturinn. Og áfram er haldið áfram. Við erum með orðin miðaldra og tæknimálunum við dag. En við erum öll sammála því að fasteignagjöldin eru á há. Það er engin að deila það held ég. Og mikilvægt að halda samt til haga að stórt skref var tekið til að lækka fasteignagjöldin á þessu ári. Og í krónutölu. Þrátt fyrir verulega hækkun fasteignamats sem hefur verið undanfarin 8 ár. Það hefur hækkað mikið. Ef við horfum bara á fasteignagjöldin sem eru náttúrulega 5 þættir. Það er fasteignaskatturinn, lóðarleigan, það er fráveitugjald, það er vatnsgjald og það er sorphirðugjald eða úrgangsgjald eins og við talum í dag. Við erum með eitt lægsta úrgangsgjald á landinu í dag með okkar kerfi sem er vel, bara virkilega gott. Við erum alltaf búin að lækka gríðarlega fráveitu og vatnsgjaldi en já, fasteignaskattsprósentan hefur hækkað verulega. Hluta því var til þess að fá meira út úr einmitt jöfnunarsjóði en þar getum við lækkað og við getum lækkað. Og það er alveg rétt, með hækkandi fasteignamat á þessu kjörtímabili, 2022-2026, hafa fasteignagjöldin svona meðaltal á heimili hækkað 44%. Það er allt of mikið þetta. Og við viljum farið átt að lækka. En svona til þess að halda allir hagaður að tala kjörtímabil frá 2018 til 2022, þegar við horfum á öll fasteignagjöldin saman, það hækkaði 52%. Þannig að það hækkaði meira á íbúan á því kjörtímabili heldur en á þessu kjörtímabili. Þráttur við værum einmitt í þessum aðgerðum að verða að fara alla mögulega tekjulegir fyrir sveitarfélagi því þetta lendir alltaf á okkur íbúanum ef sveitarfélagi komið óöfn. En ég skil vel út frá pólitíkinni að bæjarfulltrúar reyna að gera aðgerðir á kjörtímabilinu tortryggilegar og eftir á skýringar að það þurfti til dæmis ekki að setja álag. En ég ítreka, við vorum í gríðarlega erfiðri stöðu en ég er samt ótrúlega ánægður að standa hér í dag allar þessar aðgerðir, alveg sama hversu margar, þær spiluðu allar saman til að koma okkur á þennan stað. Og þetta hjálpast alltaf því við tókum vel þátt í þessu saman. Og vonandi þurfa íbúar aldrei aftur að lenda í þessum aðstæðum. Takk fyrir þetta, Bragi. Og þá hafa ekki fleiri kveðið sér. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, óskaður að taka til máls. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur, já, ég held að það kæmi frá honum á ögurstundu, honum var ekki það brugðið að ég kvað með hljóðs. Já, það er verið að ræða þetta rekstur sveitarfélagsins og orsakingin og hvað
hvað hefur verið gert og hversu erfitt þetta hefur verið. Sko, okkur þarf ekkert að bregða þó að einhver tali íslensku við okkur bæjarfulltrúa og komi inn úr innviðaráðuneyti og sé titlaður framkvæmdastjóri eða fyrirsvarsmaður eftirlitsnefndarinnar og hóti því bara að taka okkur öll ráð og gera það sem þarf að gera að hans mati. Þetta voru það innantóm orð og í sjálfu sér innviðaráðuneytið ekkert að fara að taka yfir eitt stærsta sveitarfélag landsins og það var ekkert verið að stefna í þá átt að það myndi gerast vegna þess að það var auðvitað verið að leita leiða í rekstri sveitarfélagsins til að bæta og það voru setnir hér eins og Bragi kom inn á fjölmargir fundir til þess að reyna að leita leiða til þess að komast út úr þessu. En ég ætla nú samt sem að það líka að því að maður er vændur það að vera í einhvers konar kosningar áróðri og tala það að reyna að tala niður ársreikning sveitarfélagsins. En það er bara þannig að þegar maður er að fara yfir þessar tölur og þá auðvitað það þannig að maður reynir að gera það af ábyrgð. Og í rauninni hef ég talað fyrir því sjónarmiði að reyna að gera það ábyrgð ávallt, hvort sem að það er jákvæð eða neikvæð niðurstaða. Og málflutningurinn hjá núverandi meirihluta í aðdraganda síðasta kosninga var þannig að hann varð að sjálfskaparvíti í rauninni. Vegna þess að hér var farið svo fjálglega með og virta vettu í allar aðstæður sem að við vorum að koma út úr og það var í rauninni, fólk var í rauninni vænt það að hafa bara í rauninni viljandi reynt að koma sveitarfélaginu á þann stað sem það var. Þetta var það ekkert alveg þannig, þetta voru náttúrulega aðstæður voru bara alveg gjörsamlega ómögulegar í rekstri sveitarfélaga, allra sveitarfélaga. Og þetta sveitarfélag hér, þetta réðist í fjárfestingar sem að við erum núna að uppskera vel. Það er að segja skóli og íþróttaaðstöður eða íþróttaaðstöða og leikskólar. Og þetta varð auðvitað til þess að það var hægt að fjölga í sveitarfélaginu og veita betri þjónustu bæði í íþróttum og í leikskóla og í skóla. Þetta er nú engar smá fjárfestingar sem var ráðist í. Og það að væna fyrri meirihluta það að vera ómögulegri rekstri er bara í besta falli ósanngjarnt. En þegar að koma að því að ræða fjármögnun og sækja fé, að þá skal það nú heldur ekki gleymast. Ég hef nú sagt þau orð þér í pontu. Og ef það er fjálglega með farið þá er það bara ekki þannig. En sko fólk í lánastofnun er bara fólk eins og ég og þú. Það les nákvæmlega sömu fréttir og það upplifir samfélagið á nákvæmlega sama hátt eða mestpart á sama hátt og við hinn. Og þegar einhver er að tala það að sveitarfélag sé gjörsamlega farið á hliðina vegna þess að afkoma eins árs var neikvæð og vel að merkja að því að við erum nú að tala um sko eftirlauna uppreikningina þá var það stór liður í ári 22 að þá voru 500 milljónir og það setti sko ennþá verri niðurstöðu og það var bara uppreiknuð stærð. En ég í sjálfu sér sko segi það að það var hálfgerð sjálfskaparvíti að þurfa að eiga við þessar aðstæður sem að Sjálfstæðisflokkurinn skapaði í aðdraganda síðustu kosningar. Og þetta var ekkert grín, það var í rauninni bara þannig að það vildi ekki lána sveitarfélaginu nema á algjörum okurvöxtum vegna þess að umræðan um afkomu sveitarfélagsins var með þeim hætti að fólk var trúið í að þetta var bara komið á ögurstundu og ríkið var að fara að koma inn til þess að taka yfir rekstrinum. Þannig að ábyrgðin hún var að stórum hluta á núverandi meirihluta og að einhverju leyti vissulega á fyrri meirihluta en það bar ekki sko hvorki núverandi meirihluti eða fyrri meirihluti ber fulla ábyrgð á þessu.
Þannig hérna, ég segi það að þetta voru svona svolítið sjálfskapar aðstæður. Þegar við komum að því að hérna, leggja fram ársreikning núna og við förum að sækja okkur fé, þá auðvitað leggja það til að við förum aftur í þá vegferð sem að fyrrverandi bæjarstjóri Fjóla fór í að reyna að sækja fé út fyrir Lánasjóð sveitarfélaga og fá hagkvæmari kjör auðvitað á hérna, skuldabréfamörkuðum. En engu að síður að þá fannst mér ég svona verða að hérna, koma upp og svara að litlu leyti fyrir þetta. Og ég tek reyndar undir með Braga, mér fannst ágætt að sjá þessa tölu með laun bæjarstjórnar og hérna, bæjarstjóra, held ég, var ekki bæjarstjóra og bæjarfulltrúa. Þetta er viðtekin venja í ársreikningum og sérstaklega hjá skráðum félögum að taka til í rauninni stjórnunarkostnaðinn eða yfirstjórnarkostnaðinn. Þannig að mér fannst þetta kannski, ég átta mig ekki á því og hef kannski ekki jafn langa reynslu í því að vera hér í bæjarstjórn, en mér fannst þetta bara kærkomið í sjálfu sér og ágætt að halda þessu til haga til komandi ára. Þannig að svo ég endi nú bara á jákvæðri nótu. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr, þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-list, þá skemmtir að fá takandi máls. Já, takk fyrir herra bæjarstjóri. Nei, herra bæjarstjóri. Forseti. En já, líka takk fyrir herra bæjarstjóri fyrir ágættar skýringar. Ég reyndar kemur knúinn til þess að leiðrétta eitthvað að þessu. Sko, fyrir það fyrsta, að því við erum nú farin hérna í söguskýringar, að þá var það auðvitað þannig 2022 að þá Sjálfstæðisflokkurinn var búinn að lýsa sveitarfélagi gjaldþrota. Það var bara þannig. Það var auðvitað ekki að hjálpa. Enda ef þú ert með fyrirtæki og segir bankastjóranum að það sé gjaldþrota á hann og bjóður hann lán, þá held ég að sé alveg augljóst að þú færð það ekki. Það sem að við vorum alltaf mjög ósátt við var það að það væri ekki farin sú leið, því það var ekki hægt að fá til dæmis lána frá lífeyrissjóðum. Ég meina, ég kaupi það, allt í góð með það. Það var ekki illa að fá lánsfé. En það átti að sjálfsögðu að fara í það að fá innviðaráðuneytið og eftirlitsnefndina með sér í að setja upp eitthvað 5-10 ára aðlögunarplan. Það er það sem átti að gera. Og það er það sem að hefði vel verið hægt að láta gera ef það hefði verið pólitískur vilji fyrir því. Það var bara ekki pólitískur vilji. Við skulum alveg hafa það á hreinu. Og sveitarfélag sem er með skuldahlutfall rétt yfir 150% sem er lögbundið hlutfall, hámarkshlutfall, þegar það er ekki einu sinni í gildi. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélag hefði ekki haft neina lagalega heimild til að taka yfir sveitarfélag. Fyrir þetta hann hefði aldrei gert það fyrir 156%. Þetta er náttúrulega bara grín. Þegar þetta er sett á 2010, í kringum 2010, þá voru mörg sveitarfélög í alls konar vandræðum og stóðust ekki þessa 150% reglu. Það var meðal Hafnarfjörður. Þeir voru í cirka 200%. Þeir fengu 10 ára aðlögunar tíma frá innviðaráðuneytinu. 10 ára aðlögun tíma. Og hvað haldið þið að þeir hafa þurft að leggja mikið auka útsvar á íbúana? Einmitt, ekki krónu. Ekki eina krónu með gati. Það var ekki eins og orðað. Það var ekki orðað nema í eitt skipti sem að sveitarfélag hefur lent í verulegum rekstrarvandræðum á Íslandi. Reykjanesbær. 400% fóru þeir í. Þú veist, við erum að tala hérna einhverja 6-7% stig sem þetta fór yfir. 1 ár. Ég held að málið hafi kannski verið það einhver leyti að fólk bara talaði sig inn í það að þetta væri allt ómögulegt og allt á hausnum og það væri bara eitthvað neyðarástand hérna í gangi sem eru bara að bregðast við og þann hátt að skattleggja hér bara íbúana og komast út úr þessu bara sem hraðast. Þetta er aftur pólitísk ákvörðun, þetta er ekkert annað. Ég, Arnar og við sem sátum minnihluta, þar á meðal Álfauð þegar hún var í því, vorum öll á móti þessu. Það var bara ekki hlusta á okkur. Ekki eitt orð. Enda þetta er
og það kristallaðist í þessu akkurat það sem ég hef svo margoft sagt, að það er aldrei gott þegar einhver einn flokkur eða eitthvað eitt framboð er í meirihluta. Alveg sama hver það er. Það er bara ekki gott. Ef að það hefði verið eitthvað svo staða að einhver annar flokkur hefði verið með í meirihluta, þá er ég nánast vissum að þetta hefði aldrei gerst. Það hefði einhver bara sagt, þetta kemur ekki til greina. Ég hefði allavega sagt það. Það er bara þannig. Og kannski skorti þarna einhverja reynslu, kannski skorti það bara að standa í lappirnar og segja bara við ráðuneytið og við eftirlitsnefndina að þessi leið, hún væri bara ekki boðið fyrir íbúa sveitarfélagsins. Það er það sem mér finnst eiginlega sárgrætilegast í þessu. Af því að það var ekkert samráð við okkur í minnihlutanum þessar leiðir. Jú, við vorum boðið á einhverjum fundi, en það var bara fundi til að kynna fyrir okkur hvað væri verið að gera og hvað ætti að fara að gera. Það var ekkert sagt, líst ykkur vel á þetta. Ég minnist þess nú kannski sérstaklega þegar var talað um það að það yrði að setja inn þarna heimildina til þess að leggja og auka útsvar. En það var það var eitthvað skilyrði sem eftirlitsnefndin setti að mér minnir til þess að gera eitthvað samkomulag. Bara, þú veist, þeir leið eitthvað betur. Og ég var nú einn af þeim sem var svona frekar skeptiskur á þetta. En ok, reiknaði kannski með því að þetta er nú bara neyðarástandi. Eins og ég held allir bæjarfulltrúar í það minnst í minnihlutanum. Þannig að það var skrifað undir þetta. Hvað var gert? Þetta er eitt af fyrsta sem er gert. Fyrsta. Þetta átti að vera neyðarúrræði. Það var ekki einu sinni skuldaviðmið sveitarfélaga var sett aftur í samband núna áramótin. Þá eru þið komin með þetta niður í 110% á 2 árum. Mér finnst þetta bara mér finnst bara eins og fólk hafi ekki bara alveg verið í tengslum við samfélagið, fólkið, íbúana, fyrirtækinu. Þetta er bara stór mál. Þetta er bara stór mál að skerða lífsgæði fólks svona gróflega. Þetta er bara mjög óábyrgt, alveg eins og það er hægt að segja það sé einhver nauðsyn að fara í þetta. Það hafi verið bara algjörlega nauðsynlegt. Ég bara mun aldrei samþykkja það. En það er bara, þú veist, og ég held að kannski sagan sé núna svolítið að segja okkur að það var akkurat þannig. Það þarf ekki að vera sæmilega að læsa ársreikninga til þess að sjá það bara hvort og hvítu. Það er ekki eins og þetta sé einhver pólitísk afstaða mín. Ég sé eitthvað að reyna að búa til eitthvað leikrit þegar koma kosningar. Ég er búin að tala um þetta allt kjörtímabilið. Varðandi hækkun á fasteignagjöldum, þá hafa þau hækkað um 78% frá 2021. Þau byrjuðu að hækka í lok síðasta kjörtímabils. Þau hækkuðu ekkert 2018, 19 og 20 en nánast ekki neitt. Og að kannski endingu til þess að, já, og kannski ef maður, að því að við snýmum kannski aftur að þessum ársreikningi núna. Það er eitt sem ég verð þó að viðurkenna, ég er ekki alveg áttam á. Það er verið að tala um að það sé betri rekstrarniðurstaða. Það hafi við farið í einhverja hagræðingar og það hafi verið gripið til aðgerða til þess að lækka laga reksturinn og samt sem áður erum við með rekstragjöld að þau hækkaðum, eða voru það hærri en eitthvað 570 milljónum með áætlunina. Ég skil ekki alveg þá, hefði þetta þá verið, ef það hefði ekki verið farið ykkur aðgerðir, hefði þetta þá verið verra, hefði þá kannski verið með 1000 milljónir í hærri rekstragjöldi gert ráð fyrir áætlunni eða í hverju felst þetta, gjaldskrárhækkunum, var það hagræðingarnar, einhverju uppsagnir, skert þjónusta og tekjuöflun. Ég veit ekki í hverju hún var eiginlega fólkin. Ég veit ekki til þess að hafi verið selt nokkur skapaðar hlutur eða hvað sér þau? Já, það er langt síðan. Það var á 2023 eða 4. Ég er að tala um þessu fyrir 25. Ég held að það hafi ekki verið neitt selt 2025. Kannski lóðin við Glaðheima, ég man það ekki samt hvort hún er á þessu eða síðasta. En
það verður kannski að skýra þetta út fyrir fólki, í hverju fólst þessi rekstra viðsnúningur, annar en sá sem hefur verið rakinn hérna að þetta voru náttúrulega bara skattekjur fyrst og síðast og jöfnunarsjóðs lottóið. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, óskar eftir að fá taka til máls. Forseti, mér langar að taka undir með þeim sem hafa komið hérna upp á undan mér frá því ég kom síðan, bæjarfulltrúi Arnari og bæjarfulltrúi Sigurjóni Vídalín. Ég get tekið undir hvert orð sem að þeir sögðu hérna áðan. En mér langar aðeins svona vegna þessar áhugaverðu skrifuðu ræður sem að bæjarstjóri fór með hérna áðan, þar sem hann talaði varðandi það sem við erum að fá úr jöfnunarsjóði, eins og varðandi þessi 580 milljón krónu viðbót sem við fengum vegna fatlaðra barna, vegna þjónustu við fötluð börn. Þá bara verði ég aðeins að fannst svo sérkennilegt hvernig hann ávarpaði þetta, að við værum að veita þessa þjónustu. Auðvitað erum við að veita þjónustu og það var gert ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun. Það voru engar viðbætur vegna þess að við fengum þetta fjármagn. Það var auðvitað bara gert ráð fyrir ákveðinni þjónustu í fjárhagsáætlun og hún var framkvæmd af okkur starfsfólki. Þráttur að ég alveg samfærð að þeim finnst nú oft vant upp á starfsfólk, en þetta náttúrulega bara eins og annað. Ég meina, við fáum úr jöfnunarsjóði vegna barna með erlendan bakgrunn, vegna fatlaðra barna, vegna fatlaðs fólks, vegna skólaaksturs og allskyns þátta, en þetta snýst náttúrulega það hvað við erum að gera ráð fyrir í tekjur til þess að þegar við erum að vinna fjárhagsáætlun. Og þarna, það sem við erum að benda á, að sjálfsögur að veita svo þjónustu, en við vorum samt ekki að gera ráð fyrir þessum tekjum, og þær koma nú til viðbótar og eru það sem að fleyta okkur yfir núllið og rúmlega það. Við erum að fá 1,7 milljarða meiri tekjur en gert að ráð fyrir með öllu, þannig að það er það sem er að fleyta okkur úr mínus í plús. Það er það sem við erum að tala um. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að fá að taka til máls hér undir fyrsta lið þessa fundar, 72. fundar bæjarstjórnar Árborgar 2022 til 2026 ársreikninginn, og hafa verið fluttar hér 10 greinargóðar ræður, og þá legg ég þetta upp til atkvæða við bæjarfulltrúa það hvort þeir samþykkja að vísa þessu til annarar umræðu á bæjarstjórnarfundi 7. maí næstkomandi. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til liðar númer 2, reglur þjónustu frístundaheimila í sveitarfélaginu Árborg. Tillagan er frá 27. fundi fræðslu og frístundanefndar frá 24. mars síðastliðinn, liður 1, reglur þjónustu frístundaheimila í sveitarfélaginu. Endurskoða reglur þjónustu frístundaheimila lagðar fram til staðfestingar. Fræðslu og frístundanefnd samþykkir fyrir sitt leyti reglur þjónustu frístundaheimila í Árborg og vísar áfram til fullnaðarafgreiðslu í bæjarstjórn. Ég opna fyrir mælendaskrá og Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka þetta máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar eru tilhendur. Ég ætla nú bara að fylgja þessu aðeins eftir. Undir þessum lið er minnisblað og það sem þetta er uppfærsla á reglum og frístundaheimilum, þar sem bara verið að skýra kafla 1b betur, opnunartíma, skipulagsdaga og sumarleyfi frístundaheimila, og þar vantaði líka sérstaklega að skýra betur fyrirkomulag skipulagsdaga og opnanir á skólasetningum og skólaslitsdögum.
og svo vantaði þarna fræðsludag Árborgar inn í reglurnar og skipulagsdagar þarna og hvernig eru heilir og hálfir. Og svo undir þessari þessum máli er einnig drög þar sem að kannski er skýrt betur, það er litagult og svo reglurnar eins og þær liggja fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessar reglur þjónustu frístundaheimila í sveitarfélaginu Árborg? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða þeir sem eru þessum reglum samþykkt við merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið númer 3, heildarendurskoðun á reglum Árborgar fjárhagsaðstoð. Tillagan er frá 24. fundi velferðarnefndar frá 17. mars síðastliðinn liður 1, heildarendurskoðun á reglum Árborgar fjárhagsaðstoð. Velferðarnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja breytingar á reglum fjárhagsaðstoð. Betur útskýrt hér í fylgiskjölum með þessu máli, en Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls og það er opið fyrir mælendaskrá. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Bara rétt að fylgja þessu eftir, þetta er ekki mikla breytingar, þetta er ekki mikla efnislega breytingar, þetta er í raun og veru hugtakaskýringar og verið að í raun og skýra hvernig orð er best að nota í þessu. Við gerðum heildarendurskoðun sem tók gildi 1. janúar og svo þegar við byrjaði að nota reglum þá kom fram að það var svona aðeins misskilningur á ákveðnum hugtakunotkunum og það er í raun og veru bara verið að skýra þau hugtök í þessum reglum. Takk fyrir þetta, Helga Lind. Þá er Fjóla Steindóra, bæjarfulltrúi D-lista, Kristinsdóttir, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, mér langar að koma bara örstutt hérna upp og þakka fyrir einstaklega velunni minnisblað. Ég hef sérstakann áhuga á þessum málaflokki og starfaði við hann í nokkur ár og finnst þetta flott minnisblað og ég er ánægð með þessar breytingar og langaði bara til þess að koma upp og hrósa starfsmanni. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, og fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá berum við það upp til atkvæða þeir sem eru samþykkt þessar heildarendurskoðun og reglum Árborgar fjárhagsaðstoð, þeir sem það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 4. liðar á dagskrá fundarins, það er brunavarna áætlun, brunavarna Árnessýslu 2026 til 31, félaginu frá 167. fundi bæjarráðs frá 9. apríl síðastliðinn liður 6. Lögðu fram til samþykktar brunaáætlun brunavarna Árnessýslu auðkennisnúmer 0903/2026. Áætlunin gildir til febrúar 2031. Bæjarráð samþykki fyrir sitt leyti brunavarna áætlun brunavarna Árnessýslu sem gildir til febrúar 2031 og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja áætlunina. Það er opið fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þessa brunavarna áætlun og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, bara svona rétt að fylgja þau hlaða. Þarna er unnin áætlun sem okkur er náttúrulega skylda að gera og vil þakka starfsmönnum brunavarnum. Við erum með mjög öflugt og gott samstarf í Árnessýslu undir brunavarnum og þessi vinna hefur verið í gangi núna í allan vetur hjá starfsmönnum og loksins komin í höfn, getum við sagt, og samþykkt af HMS og bara fögnum því og vildu getum ekki annað en að samþykkja hana. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það hefur í rauninni verið ótrúlegu grettistæki lyft hérna í brunavörnum á núverandi kjörtímabili og í rauninni hafa þeir sem að standa að brunavörnum Árnessýslu
í héraðsnefnd í rauninni verið svolítið samtaka í því að tryggja öryggi íbúa. Þetta er ekkert minna sem að er undir en bara það að við erum í viðbragði hér að bjarga eigum og lífi fólks út á vegum og þegar bruni á sér stað. Og ég held að samtakamátturinn sem að hefur orðið í rauninni í uppbyggingu á brunavarnarhúsum, það er í rauninni bara eftirtektarvert og það hefur verið keyptir bílar, það hefur verið byggð hús og þau eru að klárast núna í uppsveitum. Við auðvitað þurfum að huga að því að hér í þessu sveitarfélagi að mögulega kemur að leiða lokum í okkar þáttöku í þessu starfi og við í rauninni þurfum að horfa til þess að þegar við erum orðin 15.000 þá breytast auðvitað kvaðir sem að hvíla okkur hér í Árborg og þá í rauninni þarf að endurskoða hvort að við verðum þáttakendur þarna eða ekki. Nú, ég er ekki að segja að ég sé fylgjandi annarri hvori leiðinni meira en hinni en einhver síður að þá kemur að þeim tíma sem að þá þarf að endurskoða. En ég vildi nú bara koma hérna upp og í rauninni hrósa í rauninni sveitarstjórnarmönnum og samtakamættinu sem hefur átt sér stað í uppbyggingu á brunavörnum og þar er auðvitað haft að leiðarljósi að tryggja öryggi íbúanna hvar sem þeir búa innan sýslunnar. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Það voru Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista. Fólk ætlar að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, mér langaði að koma hérna upp líka til þess að hrósa, bara í rauninni og þakka fyrir þessa áætlun sem við erum að samþykkja hér, eða vænti þess að við erum samþykkja hér, því að það eru þetta liggur heilmikið vinna á baku svona áætlun og hún er okkur lífsnauðsynleg. Það sem ég sit fyrir hönd Sveitarfélagsins Árborg ásamt Braga svona í stjórn, þá er ég hér fyrst og fremst að taka starfsfólkinu, ekki stjórninni, þó að það hafi verið afar ánægilegt að fá tækifæri til að starfa inn í þessari stjórn síðustu 4 ár. Fóra mikill lærdómur og einstaklega gott samstarf og það er óhætt að segja að það hefur verið framtakssamt fólk sem þar hefur setið. Og það er, mér langar kannski að koma inn á það sem að bæjarfulltrúi Arnar kom inn á áðan að auðvitað fylgja því vaxtarverkir að vera í stækkandi samfélagi, þannig að það er ekki bara tekjur sem koma inn þegar íbúafjöldi eykst, þó að það hafi komið sér gríðarlega vel núna síðustu ár, að þá auðvitað er það bara einn af fylgifiskum þess að stækka, að það eru auknar ábyrgðir sem fylgja því og það eru fleiri sveitarfélög sem eru á miklu vaxtastigi eins og Ölfus og Þorlákshöfn og uppsveitirnar hafa verið núna svona í brennideplinum og svo er bara við hér í Árborg komin á þann stað að við þurfum líka að horfa til þess að skoða okkar húsnæði, svo það sé bara sagt, en ég er manneskja samstarfs og ég held að það sé alltaf ódýrara og sterkara að vinna saman í Árnessýslu að allir svona uppbyggingu, að því að með því fáum við einhvern veginn meiri styrk frá öðrum, meiri fjölbreytni og ég tel bara það sé okkur alltaf til framdráttar. Lagkraft, segir hér forseti, takk, þannig að bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, og þá höfum við rætt hér brunavarnaáætlun brunavarna Árnessýslu frá árinu 2026 til 2031 og fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs þessa áætlun og byrja hana þá upp til atkvæða hér í bæjarstjórn Árborgar. Þeir sem eru henni samþykkt vinsælt gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 5. lið á dagskrá fundarins sem er fyrirkomulag hverfisráða Árborgar. Tillagana frá 167. fundi bæjarráðsliður 1.
Bæjarráð fyrir tillögu að fulltrúum úr bæjarstjórn sem myndu skipa hverfisráðin á Eyrarbakka, Stokkseyri og Sandvíkurhreppi. 2 bæjarfulltrúar sitja í hverju ráði og lagt til að Sveinn Ægir Birgisson D-lista og Arnar Freyr Ólafsson B-lista verði fulltrúar í hverfisráði Eyrarbakka. Álfheiður Eymarsdóttir A-lista og Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista í hverfisráði Stokkseyrar og Kjartan Björnsson D-lista og Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista í hverfisráði Sandvíkurhrepps. Bæjarráð samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna. Og síðan hafa farið fram stofnfundir í þessum hverfisráðum og tekist að skipa í stjórn þeirra allra að ég held. En það verður farið betur yfir það hér á eftir og ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum hérna undir hliðnum stofnun fyrirkomulag hverfisráða sem við verðum að tilnefna í rauninni og vonandi staðfesta þá bæjarfulltrúar sem eru í öllum hverfisráðunum. Bara ánægilegt og það voru, ég náði nú því miður vegna þess bara að setja 2 af þessum fundum, en búið að halda 3 fundi með í rauninni þá aðalfund eða stoppfund hverfisráðs Eyrarbakka aftur og í rauninni hverfisráðs Stokkseyrar og síðan hverfisráðs Sandvíkurhrepps og Þórdís Sif bæjarritari sem stýrði þeim og kynnti þá fundi að öll hverfisráðin mönnuð og gerist á fundinu og bara ánægilegt að svona maður heyrir það bæði frá þessum komu og allan þessum 2 fundum sem ég náði að setja að það sé bara kraftur í fólki og ánægilegt að fá að vinna áfram sem er bara vel og vonandi getum við bara náða að halda áfram og þá næsta bæjarstjórn sem tekur við að halda áfram að efla hverfisráðin og þetta samstarf og íbúa lýðræði sem við viljum hafa í okkar samfélagi, bæði með rafrænum hætti og svo í gegnum hverfisráðin. Og ég held að það sé bara vel. Kannski bara svona rétt til þess að því við erum með það sem fylgigagn og viljum kannski bara upplýsa það að fulltrúar sem eru í hverfisráði Sandvíkurhrepps eru sem sagt Jóhann Konráð Birgisson sem var skipaður kosinn formaður, Tómas Helgi Tómasson, Guðrún Ásta Ólafsdóttir fyrir hverfisráði Sandvíkurhrepps ef ég sagði vitleysu upphafi, Reynir Heiðarsson er varamaður, Oddur Hafsteinsson varamaður og María Berg Guðnadóttir varamaður. Síðan í fulltrúa hverfisráðs Stokkseyrar, sem var haldinn 7. apríl, Hákon Valur Haraldsson formaður, Pétur Már Guðmundsson aðalmaður, Tinna Björg Kristinsdóttir aðalmaður, María Ösp Ómarsdóttir varamaður, Nína Dóra Óskarsdóttir varamaður og Herdís Sif Ásmundsdóttir varamaður. Og einnig kosning fulltrúa hverfisráðs á Eyrarbakka, þar sem stofnfundur var 8. apríl. Þar er Ægir Guðjónsson formaður, Elín Birna Bjarnfinnsdóttir aðalmaður, Ingimar Guðjónsson aðalmaður, Kristín Þórarinsson varamaður, Áslaug Halla Elvarsdóttir varamaður og Guðbjört Einarsdóttir varamaður. Þannig að þetta eru þeir fulltrúar sem komu og við bara óska þeim aftur til hamingju með kosninguna og vonandi bara og maður heyrði það á fundunum allir sem vorum að hverfisráðin eru strax tekið til starfa en eftir þennan fund núna þegar búið að staðfesta fulltrúa þá gætu þau boða til fyrsta fundur með öllum fulltrúum og síðan eðli málsins samkvæmt er stutt í kosningar og þá þarf að endurskipa fulltrúa bæjarráðs. Af því að það hefði auðvitað verið, ég segjum það bara hreint út, það hefði verið ánægilegt ef það hefði getað skipað í hverfisráðin fyrr en við stöndum við og það var eina af þeim aðgerðum sem bæjarstjórn tók, meirihluti bæjarstjórnar tók, við skulum bara hafa það þannig, að fresta skipun í hverfisráðs, bæði var eftir að fara í gegnum endurskoðunina út frá þeirri ráðgjöf sem var veitt hérna 2021 og einnig bara vegna þeirra fjárhagsvandræða sem sveitarfélög eru í, þá var þetta eina aðgerð sem við ákváðum að fresta, en endurskoðunin fór fram í vetur og samþykktum það bæjarstjórnin í febrúar og ánægilegt að þessi fundir séu haldnir og hverfisráðin geti byrjað, þannig að við segjum bara áfram gakk. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Þá hefur Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, já, ég ætla að taka undir með bæjarstjóra Braga og fagna því að við séum loksins þegar að
tæplega 3 vikur eru eftir á þessu kjörtímabili, vera búin að landa þessu, að skipa í hverfisráðin 3 eða íbúa ráðin eins og við svona ætlum að skoða hvort það er að kalla hverfisráðin. Það er auðvitað ferleg synd að þetta skuli loksins vera að gerast núna, og það sýndi sig á fundunum sem að voru haldnir á Stokkseyri, á Eyrarbakka og í Stekkjarskóla vegna samtöku hverfis, hversu mikil þörf var fyrir þessum íbúaráðum og við búin að missa af ofboðslega mörgum tækifærum til þess að nýta okkur þann mannauð sem að liggur í sveitarfélögum og hjá íbúum þessara kjarna okkar, eða það er að segja, sem liggja hjá þeim íbúum sem búa á Stokkseyri, Eyrarbakka og í Sandvíkurhreppnum. Og það vildi nú eiginlega þannig til að þetta mál fór fyrst af stað. Þetta var nú eitt af kosningalofurum bæði Sjálfstæðisflokksins og Áfram Árborgar, sem að hér er í meirihluta. Þetta var sérstaklega tekið fram í þeirra stefnuskrám fyrir síðustu kosningar að efla hverfisráð. Og ég heyri það í máli bæjarstjóra og honum var mikið í mun að hafa löng orð þetta áðan, vegna þess að þetta mál virtist bara hafa verið algjörlega gleymt þangað til að ég myndi á það á fundi bæjarráðs hér í haust, og þá svona fóru hlutirnir að hreyfast af því að ég myndi á það að þarna var komin fundagerð frá eldri borgurum á Eyrarbakka sem voru fundagerð sem virkaði eins og fundagerð frá hverfisráði, þar sem voru mikið að góðum ábendingum um það sem betur mátti fara á Eyrarbakka. En ég ætla að fagna virkilega þeim mikla áhuga sem við sáum á þessu dugmikla fólki sem mætti á fundina og sem að sýnir mikla áhuga á að bæta nærsamfélagið sitt, og við þurfum sannarlega á þessu að halda, og við getum hreinlega spara peninga á því að fá þetta góða fólk í lið með okkur, þannig að ákvarðanir sem teknar eru formlega í bæjarráð og bæjarstjórn, þær verði bara betri fyrir vikið. Þetta verði vandaðri ákvarðanir og teknar meiri sátt við nærsamfélagið, og allt tal að þetta hefði verið hluti af hagræðingu hjá sveitarfélaginu Árborg er náttúrulega hjóm eitt, af því að kostnaðurinn við þetta, hann næri ekki nema broti af þeirri launahækkun sem að formenn bæjarráðs hafa fengið hér á þessu kjörtímabili, og þetta eru smáaurar í stóra samhenginu. Og líka með við þann sparnað sem ég tel að við getum hreinlega fengið út úr því að fá þetta góða fólk til liðs við okkur. Þannig að það er auðvitað hlægilegt að draga það fram að þetta hafi verið hluti af sparnað og hagræðingu. En ég ætla bara að fagna þessum flottu íbúðaráðum sem er búið að stofna og óska þeim góðs gengis í störfum sínum. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá er Sveinn Ægir Birgisson óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, já, við erum að tala hverfisráð og ég náði ekki að fara endar á alla fundina, en ég komst á eitthvað á þessum fundum og það var, skilst mér, ágætlega mætt á þessu fundi, allavega 12-15 íbúar á hverju fundi og náttúrulega líka einhverjir kjörnir og íbúar annars staðar líka. Það eru bara kjörgengir sem voru íbúar, en bara virkilega ánægilegt komið og betra seint en aldrei. Ánægilegt að það sé verið að fylgjast með stefnuskrá flokkana og ég sé ekki betur að það vantar bara eftir að haka í eitt stefnumál hjá okkur á því sem var lofað, en það er gott að margir fylgjast með því. En af málefnum hverfisráðanna þá langar mér að óska þeim sem hlutu þar kosningu og íbúum góðs gengis og hlakka til samstarfsins, sérstaklega við hverfisráð Eyrarbakka. En mér langar bara að impra aftur á því sem ég talaði seinast þegar við vorum að tala þetta, að endurskoða þetta aftur á ári,
hvernig hægt að bæta. Það kom strax ábendingar nafn til dæmis á einu fundinu að breyta þessu úr hverfisráð í íbúðaráð sem mér líst bara ljómandi vel á og bæjarráð samþykkti að vísa því til umsagnar hjá hverfisráði. Og líka bara hvetja okkar að því hverfisráðin eru góð og gild en þetta eru 3 til 6 fulltrúar þarna í hverju hverfisráði fyrir sig sem eru rödd síns samfélag en það er líka, við erum líka kosin af íbúum og mér langar bara sérstaklega að hvetja að við eins og við höfum gert þessu kjörtímabili höfum haft opna fundi vísvegar kjördæmið, sveitarfélagið og þarna hitt íbúa, ég er ekki á leiðin á þingi, að þarna funda með íbúum til að heyra hljóðið frá okkur flestum íbúum og ég veit að það er þarna en við sakna líka að við eigum náttúrulega bæjarstjórnin að mínu mati að funda á hverju ári á Eyrarbakka og Stokkseyri. Mér finnst það. Mér finnst það eitthvað skildi. Ég veit að það er þarna sett í, maður ekki hvað þetta heitir, að við þurfum að taka fram í samþykktum nákvæmlega hvað þarna við fundum en við hljótum nú að geta eins og við samþykkjum að breyta og fresta fundum á milli daga eða milli tíma hljótum nú að geta fresta að fært fundastæðin líka. Takk. Takk fyrir það, Sveinn Ægir. Það er rétt að hér á fyrir kjörtímabilinu þá vorum við með ákveðna vinnureglu. Við fundum einu sinni eða tvisvar í kjörtímabil á bæði Eyrarbakka og Stokkseyri og það var bara ákaflega ánægjulegt en mér var það sagt hér í upphafi kjörtímabils að það væri ekki, að því að það var ekki bæjarmálasamþykktum, auðvitað er það kannski framtaksleysi að hafa ekki látið breyta því. Þannig við gætum fundað, mér finnst þetta bara mjög góð hugmynd að halda þessu áfram eins og verið hafi. En við erum að ræða hér fyrirkomulag hverfisráða Árborgar og það hefur ekki fleiri kveðið sér hljóðs það mál. Þá göngum við til atkvæða. Þeir sem að samþykkja þetta fyrirkomulag sem hér er kynnt og þá fulltrúar sem að nefndir eru sem kjörnir fulltrúar eftir þá fundi sem haldnir hafa verið sem aðalmenn í sínum hverfisráðum og eins varamenn. Nú mögulega íbúaráð eins og var nefnt á fundunum. Það er síðari tíma mál að breyta því af forminu til þeir sem eru þessu samþykk við sem við gefum merki. Þeir sem eru ósammála móti, það er sem sagt samþykkt af 5 bæjarfulltrúum D-lista, 1 bæjarfulltrúa A-lista, 2 bæjarfulltrúum S-lista og 2 bæjarfulltrúum B-lista og Steindóra Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista situr hjá. En þá er það afgreitt og við förum hér í 7. mál á dagskrárfundinum sem er ungmennaráð 2024-26, breyting á fulltrúa BS í ungmennaráði. Lagt er til við bæjarstjórn að Óskar Atli Örvarsson verði fulltrúi BS í ungmennaráði í stað Kristrúnar Birnu Guðmundsdóttur. Einhverju sem vilja tjá sig það? Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem samþykkja það að Óskar Atli verði fulltrúi BS í ungmennaráði í stað Kristrúnar Birnu með þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það mál númer 7, Grænamörk, Austurvegur aðalskipulagsbreyting. Tillagan frá 59. fundi skipulagsnefndar frá 25. mars síðastliðinn liður 6, Grænamörk, Austurvegur aðalskipulagsbreyting. Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar sem tekur til breytingar á skilmálum fyrir íbúðabyggð IB17 á Selfossi. Er að ræða íbúðabyggð sem afmarkast af Hörðuvöllum, Árvegi, Þórsmörk, Heiðmörk og Austurvegi. Gerð er breyting á skilmálum fyrir íbúðabyggðina IB17. Heimilað er að fjölga íbúðum og þétta byggðina. Eftir breytingu verða eftirfarandi skilmálar í gildi er varða uppbyggingu innan svæðisins. Heimilt er að vera með byggingar á 1 til 4 hæðum og sambland af einbýlishúsum og fjölbýlishúsum. Á jarðhæð er heimilt að vera með íbúðir, verslun og þjónustu og samfélagsþjónustu.
einkum starfsemi sem þjónar íbúum í nær umhverfi. Svæðið er ætlað fyrir 50 ára og eldri. Á lóðum við Heiðmörk og Þórsmörk er til framtíðar litið gert ráð fyrir íbúðum fyrir 50 ára og eldri. Ef byggingar eru 4 hæðir þá skal efsta hæð vera inndregin. Hliðarhúsa sem eru lengri en 15 metra skal brjóta upp með inn- eða útskoti, litavali eða á annan hátt. Heimilt er að vera með bílakjallara. Við útfærslu svæðis í deiliskipulagi skal miða við að auka sjálfbærni, bæta gæði umhverfisins með gróðri, leitast við að skapa skjólgóð svæði þar sem sólar nýtur og að aðkomu og aðgengi sé greitt. Ásamt því að skoða aðkomu umferðarflæði fyrir alla og bílastæði. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt til kynningar á grundvelli 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þá opna við fyrir mælendaskrá og hefur Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir tilnefnendur. Já, við erum að ræða aðalskipulagsbreytingu fyrir græn svæði í kringu Grænumörk. Þessi fundur fari nú fram hérna í Grænumörk 5. Svona til að árétta upp á ferlið í upphafi, hérna er auðvitað að ræða fyrsta skref í þessi aðalskipulagsbreytingu, þessi bæjarstjórn samþykkir þá að setja þetta til kynningar og er þá eðli málsins samkvæmt færi til umsagnar og svo kemur þetta næsta farveg og eftir það, þannig að við fáum þetta nú hingað inn aftur. Svona líka til þess að taka því þetta hefur nú kannski aðeins verið til umræðu bæði svona í stjórnum hjá sveitarfélaginu og hérna áður svona á vinnu bæjarstjórnar. Það er náttúrulega tækifæri sem felast í þessum reit hérna og það sem við höfum átt bæði fundið með íbúum og verið tekin ákvörðun breytingar varðandi Grænumörk 1 og 3 sem eru eldri húsin sem eru hérna fyrir utan, að þau geti verið aflögð hægt og rólega og þá skipulagt í rauninni nýtt svæði í kringum Grænumörk 5 og umferðarskipulag í leiðinni eins og kemur fram í skipulagslýsingunni sem gefur náttúrulega bara tækifæri fyrir enn betri þjónustu og fjölbreyttari búsetu kosti og fleiri íbúðir á þessu svæði fyrir eldra fólk því að okkur fjölgar og við eldumst hérna líka, þannig að hver veit að við endum þetta öll í íbúð á endanum. En ég held að það sé bara jákvætt, þetta er svona fyrsta skrefi, það er að þessi heimildi aðskipulaginu til að vinna deiliskipulag úr þessu og það er vel og spennandi kostir framöndan held ég í því og samþykki þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, óskað eftir að fá að taka þetta máls. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er bara spennandi mál og skemmtilegt að sjá að hér er í rauninni útlit fyrir þróun byggðar og á þessum reit og þetta er náttúrulega í rauninni þjónusta við eldri borgara sem er fyrirsjáanleg hér og hver sem raunin verður á nýtingu íbúðana að þá er þetta vissulega svæði fyrir svona 50 pluss getum við sagt og ég er nú víst komin í þann flokk og það er náttúrulega vel og ég bara, eins og ég segi, ég segi að þetta er bara mjög spennandi mál og ég vona að það verði bara farið í framkvæmdir sem fyrst og auðvitað það í rauninni stjórnast á því að það verði ákveðin myndist svigrúm til þess að hefja framkvæmdir en það er auðvitað eitthvað sem er bara kannski ekki alveg í stjórn bæjarstjórnar, það hefur bara með aðra hluti að gera. En heilt yfir er þetta bara mjög spennandi og það verður gaman að sjá hvort að það verður mögulegt að byggja hér svolítið fjölda íbúða, þannig að þessi reitur sem er náttúrulega, getur við sagt, í hjarta Selfoss, að hann verði nýttur betur og þjónusti, já, mögulega þá okkur öll á einhverjum tímapunkti. En eins og segi, ég gat nú eiginlega bara ekki orða bundist frá því ég sá þetta fyrst koma inn á borði hjá okkur í bæjarráði að þá svona áttaði mig á því að þetta var bara mjög spennandi og flott verkefni sem að auðvitað tekur langan tíma en mun örugglega að fá mjög farsæla lausn og þjónusta íbúum sveitarfélagsins betur. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Eru fleiri sem vilja
Þá ætlum ég að óska eftir því að Brynhildur Jónsdóttir varaforseti taki hér örstuðli stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Við erum hérna undir máli númer 7, Grænumörk Austurvegur aðalskipulagsbreyting og bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég tek undir með bæjarfulltrúum sem hér hafa áður tjáð sig, bæði Braga og Arnari Frey, að mér finnst þetta allnokkuð spennandi að skoða hér nýtt skipulag fyrir þetta svæði. Í fyrstunni, þegar var verið að byrja að ræða þetta, þá olli það nokkrum titringi og óöryggi hjá íbúum sem að búa hér í íbúðum sem sveitarfélagið er eigandi að. Og það er bara mjög eðlilegt, en það voru að sjálfsögðu allir fullvissaðir það að ekki stæði til að henda nokkrum manni út á götu eða neitt slíkt, heldur aðeins að vinna að þessu skipulagi upp á framtíðin að gera. Og sjá það allir sem hafa fylgst hér með að þetta er einkar hagfellt, finnst mér. Og ég held að flestir íbúana hér hafi, ef við hafi rætt sem að búa hér á þessu svæði, séu því sammála. Það er stutt í heilsugæslu, það er stutt í hjúkrunarheimil, það er stutt hér í félagsmiðstöðina, þar sem fólk getur komið saman og átt góðar stundir eins og við hér í bæjarstjórn höfum séð. Hér var að enda æfing hjá kór eldri borgara sem dæmi. Þannig að það eru margir möguleikar þarna og ég held líka að við gætum nýtt ef við myndum byggja hér það sem að hefur nú, sem að minn draumur er allavega, hér verði byggðar eins konar þjónustu íbúðir í anda þess sem að við vitum og þekkjum frá annar staðar, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, þar sem bæði DAS og Hrafnista og hvað þau heita á Mörk og mörg slík heimili eru, þar sem að fólk getur fengið trygga þjónustu 24 tíma sólarhringsins og ég veit að það eru mjög margir í þeim sporum og hafa mikinn áhuga á að þetta verkefni haldi áfram og þá væri það gaman ef að það væri hægt að byggja upp slíkt hér á. Og auðvitað í leiðinni væru möguleikar fyrir okkur að stækka og efla aðstöðu fyrir eldri borgara því eins og þeir hafa margsinnis ályktað í félagi eldri borgara að þá er aðstæðan einfaldlega verða of lítil. Það eru á annað 1000 félagsmenn í félaginu og þannig að það vantar að bæta aðstöðuna fyrir okkar besta fólk. Þannig að ég horfa á þetta með mjög glöðum augum og eins og Bragi nefndi hér áðan með allnokkur í tilhlökkun því að það vill þannig til að ég er farin að halla nálægt þessum aldri og býð því spenntur eftir því, en það mátti hins vegar sjá mikla þórðargleði og glott á tveimur yngstu bæjarfulltrúnum sem hér er inni núna í dag. Matthíasi og Sveini, þeir glottu báðu við tönn þegar Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi fór að tala sinn eigin aldur, en býðið bara, strákar mínir, þetta styttist á fluga og þetta líður mjög hratt. En ég er mjög spenntur fyrir þessu og óska þess að þetta nái fram að ganga. Já, takk fyrir það. En viltu þá ekki bara taka Kjartan Björnsson tekur þá aftur við störfum sem forseti. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum 7. lið? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykk því að senda þetta til kynningar og grundvelli 30. greinar skipulagslaganum 123/2010 vinsældarskeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 8, það er Dvergasteinar, deiliskipulagsbreyting, tillagan frá 59. fundi skipulagsnefndar frá 25. mars, liður 8.
Lögðu fram tillaga deiliskipulagsbreytingar er varða Dvergastein og Stokkseyri. Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir heimild fyrir raðhús á lóð Dvergasteina 1 og 3 þar sem áður var gert ráð fyrir einbýlishúsum. Samhliða gert er ráð fyrir að gatan verði að botnlanga. Engar aðrar breytingar eru gerðar á byggingaskilmálum annarra lóða deiliskipulagsins. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess að við bæjarstjórn að viðkomandi breyting á deiliskipulagi svæðisins verði samþykkt. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga 123/2010 er varðar breytingar á deiliskipulagi. Jafnframt mælist nefndin til þess að breytingin verði sérstaklega kynnt aðliggjandi lóðarhöfum við Dvergasteina. Einhverju sem vilja tjá sig þetta mál, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista og óska eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúi og aðrir tilheyrendur. Já, svona til nánari útskýringar erum að ræða svæði sem er svona gengt í rauninni grunnskólanum og lóðinni sem er í kringum það á svona miðsvæðinu til móts við skálan hinum megin við götuna. Þarna á horninu var lengi jólatrið skemmtun haldin en hún hefur nú færst yfir götuna og á svona túni fyrir aftan skálan. En þarna er verið að breyta taka 2 einbýlishúsalóðir og gera úr því raðhús, fá aðeins fjölbreyttari mynd í þennan þessa litlu götu, en þarna eru ræða þá 3 einbýlishúsalóðir og 1 raðhúsalóð sem verður til þarna eftir og þetta er þá sendt út til auglýsingar í þessu tilfelli og síðan verður vonandi það ferli klárað og hægt að bjóða þessar lóðir út og svona ákveðin grunnur að gatnagerð komin en það þarf að klára og mjög mikilvægt að skipulagið sé náttúrulega farið sér réttað og það þurfum að fara í skipulagið fyrst. Þannig að það er bara vel og vona við samþykkjum að setja þetta í auglýsingu. Takk. Já, takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og óska eftir að fá að taka til máls. Já, takk fyrir, herra forseti. Ég er nú kannski bara með eina spurningu. Er einhver sem óskar sérstaklega eftir þessari deiliskipulagsbreytingu eða er þetta eitthvað sem að stjórn sveitarfélagsins tók upp á sitt eindæmi að skipuleggja þetta svona? Ég tek fram, ég er ekkert á móti þessu, mér finnst reyndar til bóta og sérstaklega að gera þetta botnlangum götu og svo framvegis. Ég bara spá hvort það sé eitthvað byggingaáform þarna og einhver aðili sem að óskar eftir því þetta sé skipulagt svona fyrir sína hagsmuni. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín og þá hefur Bragi Bjarnason beðið orðið. Tillagan er unnin innan sveitarfélagsins en hún kannski verður til svona út frá ekki að formlegri ósk eða beiðni neins en svona af samtölum að það í þessu skipulagi væri svona gott að hafa aðeins fjölbreyttir ekki bara einbýlishúsalóðir og það sé áhugi fyrir því að fara þá í svoleiðis uppbyggingu en ekki formlegri ósk en þessu. Þannig að þetta er svona unnið út frá, getum orðað þannig, samtölum og annað og sett sem fram. Þannig að svo ég vonaði að svara spurningur. Takk. Takk fyrir þetta Bragi og hann er bæjarfulltrúi D-lista, ég gleymdi að nefna það áðan. Fleiri sem vilja tjá sig, ef svo er ekki þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru sammála því að þessi deiliskipulagsbreytingu Dvergasteina fari í kynningu og auglýsingu, þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 9. mál á dagskrá aðalskipulag Árborgar 2020-36 gámasvæði textabreyting. Tillagan frá 60. fundi skipulagsnefndar frá 15. apríl síðastliðinn, það er liður 1. Íslenska gámafélagið óskar eftir breytingu á greinargerð aðalskipulags Árborgar 2020-36 nánar tiltekið á ákvæðum reit 17 endurvinnslu svæðis í töflu 32 kafla 428 iðnaðarsvæði. Óskað er eftir því að eftirfarandi texti verði færður brott eða honum breytt. Í gildi er deiluskipulag að hluta reitsins þar sem gert er ráð fyrir gámasvæði með móttöku efna til endurvinnslu